Hörkuleikur og þetta hefði ekki getað verið tæpara. Hvað fór úrskeiðis hjá okkur? Það svo sem bara svona eitt bolti hér og þar. Þú veist, þeir hittu vel í seinni hálfleik og voru einu stigi betri við í þessum leik. Þið voru að elta náttúrulega svolítið í seinni og það tekur á. Voruð þið þreyttir í lokin? Nei, við skiptum vel, spiluðum á mörgum mönnum og ég fann ekki fyrir því. Ég meina, við fáum tækifæri til að vinna leikinn og við viljum það, þú veist, og það gekk ekki núna. Það búið að ganga oft, en ekki í kvöld. Þú er búinn að vera kljást við meiðsli en það var ekki að sjá í kvöld svona maður var að sjá gömlu taktan aftur. Já, við erum búin að vera að spara mig svolítið í vetur bara, þú veist, og bíða svolítið eftir seinni hlutanum. Af því ég, svona, þú veist, maður er ekki 20 ára lengur og mér líður mjög vel núna, við erum búin að vera að passa mínúturnar mína vel og mér leið bara mjög vel í kvöld. Þetta hefði verið svakalega þéttur sigur til þess að taka deildarmeistaratitilinn en þið eru ennþá í þessu og er ekki bara væntanlega planið að klára það? Jú, auðvitað, við vissum að við hefum verið með mjög góðri stöðum unni í kvöld en við vissum að við mæta hörkuliði sem er búið að vera með okkur á toppnum í allan vetur í rauninni sko og voru svona liði sem allir töluðum sem langbesta liði fyrir áramót og þeir eru góðir en við höldum bara áfram, það er hörkuleikir á næstunni og mér líst bara vel á næstu leiki. Takk fyrir þetta Logi og gangi vel. Takk.